9. Launamál. Með máli fer Heimir Sigur Páll Árnason, fulltrúi ungmennaráðs. Ágæti forseti, bæjarstjórn og fundargestir. Að starfa í ungmennaráði bæði skemmtilegt og forréttindi, en það getur tekið á og verið mun meiri vinna á baku tjöldin en mörg gerir sig grein fyrir. Við erum virt ungmennaráð og viljum gera vel og það krefst þess að við erum með aukafundi jafnvel oft í viku. Fundi sem þennan sem við sitjum núna og svo mætti lengi telja. Fulltrúar ungmennaráðs fengu fyrst greidd fundalaun fyrir störf sín árið 2019. Laun ungmennaráðs voru þá tæplega 20.000 krónur og voru helmingi lægri en hjá öðrum ráðum. Laun fyrir störf í bæjarstjórn, bæjarráði, ráðum og nefndum nema skilgreinum 100 hluta viðmiðunar fjárhæð sem er 1.286.912 krónur. Ungmennaráð sem einhver hlut vegna starfa greinilega samkvæmt heimasíðu Akureyrarbæjar sem vinnuhópur og fer líklegast að vera langlífasti vinnuhópur allra tíma. Fær 2% af viðmiðunar fjárhæð bæjarins. Aftur á móti undir flokki sem nefnist önnur ráð og nefndir þar sem hvergi minnst ungmennaráð fá bæði aðal og vara með 3,5% af heildarupphæð viðmiðunarfjárhæðar eða á íslensku 52.000 krónur. Mér langar aðalega að spyrja hér hvers vegna ungmennaráð flokkist sem vinnuhópur og hvað það kemur í veg fyrir það að færa ungmennaráð til bókhalds sem ráð eins og önnur ráð í sveitarfélaginu, eins og til dæmis öldungaráð, hverfisráð, Hríseyjar og Grímseyjar og hvers vegna við fáum ekki að vera jöfn í launaflokki annarra ráða. Við teljum ungmennaráð sé jafn mikilvægt fyrir stjórnsýslu bæjarins og áður talin ráð og sem og önnur pólitísk skipuleg ráð Akureyrarbæjar. Takk fyrir mig. Þá hefur Heimir Sigur Páll lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason stígur upp í pontu. Forseti, ungmennaráð bæjarfulltrúar fekk þessa góðu fyrirspurn frá Heimi Sigur Páli Árnasyni ákvað að afla með smá upplýsinga. Þetta var bara virkilega góð fyrirspurn og þannig að ég ákvað að kíkja á ungmennaráð í öðrum sveitarfélögum og þið eru mikið metin hér. Það er alveg greinilegt því þetta er best borgað ungmennaráð á landinu og til dæmis er Hafnarfjörður ekki einu sinni að greiða sem að mér finnst þetta alveg skandall og finnst að þau ættu nú bara fara með potta og berja á mótmæla út því að það finnst mér bara að vera alveg skammarlegt. Síðan við erum með 29 krónur fyrir hvert fund og erum með 8-12 fundi á ári. Reykjanesbær með 22.002 fundi á ári. Mosfellsbær sem dæmi 14.000 fyrir fund og 6 fundi á ári. Þannig eftir ég er með fleiri máli, ég ætla ekki að lesa upp öll sveitarfélög en ég skoða þetta vel og vandlega og ég skil alveg beiðnina en mér finnst eins og sé núna bara með að við það sem þau eru að gera, ég held að það sé sanngjarnt. Við erum að gera vel og við fengum nú aldeilis lesninguna frá minnihlutanum, við ættum að sýna aðhald bæjarstjórn fundi áðan, þannig að þetta er svona einn hluti af því að ég þarf að taka aðrar ákvarðanir og þetta er eina af þeim, en beiðnin er góð og þakka fyrir hana. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn lokið máli sínu. Orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs Heimir Sigur Páll stígur upp í pontu. Já, takk fyrir ágæti forseti og bæjarstjórn og ungmennaráð, takk fyrir góð svörnafni en við virðum það náttúrulega og vitum það og erum full meðvitum það að ungmennaráð Akureyrarbæjar er launahæsta ungmennaráð Akureyrarbæjar, landsins segi. En þarna okkur finnst bara það eigi ekki að stoppa þar. Við erum barnvænt sveitarfélag og við teljum okkur vera ekki nógu vel launuð og líka það, nú svona aðalega sem að mér skipta máli er það af hverju í ósköpunum við erum vinnuhópur, af hverju fáum ekki að tilheyra önnur ráðum og nefndum. Við erum búin að vera vinnuhópur síðan að við byrjum og það eitt og sér er eiginlega bara ótrúlegt. En mér finnst það er svo, kennarinn mér sagði það er ekki nóg að byggja hús, það þarf að viðhalda því líka. Og mér finnst það alveg, við þurfum eiginlega að skoða þetta bara betur. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðs fulltrúi Heimir Sigur Páll lokið máli sínu og orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk stígur upp í pontu. Já, fulltrúar ungmennaráðs, bæjarstjórn og aðri gestir. Ég sé hvaðan rökin er að koma
En þetta er ekki aðeins að bera okkur við önnur ráð, heldur þetta líka bara jafnréttismálin á bæjarins og Akureyrarbær hefur í sínum stefnum sem hefur jafnlauna stefnu innan Akureyrarbæjar og þetta er dálítið aldursmismunun á okkar mati að því við höfum öldungaráð sem að okkar vitnisku sinnir mjög svipuð hlutverk við nema hvað að við erum að koma fram og tölum fyrir hópi sem hefur engan kosningarétt ólíkt öldungaráði. Þannig að þetta er í rauninni jafnréttismál. Hér er verið að mismuna á grundvelli aldurs sem er ólöglegt. Það við séum hæst launaðasta ungmennaráð landsins er geggjað enda er umtalað hvað Akureyrarbær hefur verið fremstur í fylkingu í réttindum barna og ungmenna og er þetta stór hluti af því. Það voru allir bara frá því 2019 hafa margir verið mjög hissa að heyra að við fáum greitt og fannst það frábært. En þetta þrýstir líka smá flóðbylgjastað sem hefur verið að setja fleiri ungmennaráð í landinu og verið að opna þetta þá flókátt að þau fá líka greitt. Það að önnur sveitafélög sem ekki öll eru líka barnvæn sveitafélög sem verður að hafa í huga sem Heimi hérna nefndi áðan, það að þau sé að velja að borga fulltrúum sínum lægra er að mínum mati bara þeirra vandamál og finnst ekki vera samanburðarhæft, sérstaklega sem tala að þetta er ekki öll barnvæn sveitafélög. Hér erum við að tala jafnréttismál og það er það fyrsta sem ætti að hafa í huga. Við erum að mismuna gagnvart aldri. Ef það er hægt að koma með einhver rök fyrir því af hverju það er gert, þá myndi ég endilega vilja heyra þau. En annars er þetta mjög vert að athuga þar sem að þetta er að fara gegn stefnu bæjarins og oft almennt gegn lögum laun og launastefnur. Takk. Hefur fulltrúi ungmennaráðs, Thelma Ósk, lokið máli sínu. Orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs, Paris Anna, stígur í pontu. Ágæti forseti, fulltrúar bæjarstjórnar, sem man ekki hvað að segja, og fulltrúar ungmennaráðs, aðrir fundagestir. Þetta er bara ein spurning, mig langar að fá svar fyrir henni. Af hverju erum við titluð sem vinnuhópur? Takk. Fulltrúi ungmennaráðs, Paris Anna, hefur lokið máli. Orðið er opið. Bæjarfulltrúi Hilmar stígur upp í pontu. Heimir Örn, vá. Ég er búin að segja nafnið svo oft, ég ætla að koma. Forseti ungmennaráð og aðrir bæjarfulltrúar. Útskýra af hverju þeir vinnuhópur. Ég meina sko, væntanlega hefur þetta verið ákveðið sínum tíma, eitthvað fyrir mína tíð. Ég meina sko, við sem fræðsluráð til dæmis þurfum að taka endanlegar ákvörðanir fullt af málum, við erum með gríðarlega ábyrgð, skipulagsráð, bæjarstjórn. Þið komið með virkilega góðar athugasemdir við fullt af málum en eru kannski ekki með lokaákvörðunina málum sem er kannski ekki eins mikil áhrif. En það er bara virkilega verið að svara þessu en eins og ég nefndi áðan, mér finnst þetta að vera sanngjarnt og þið eru þá væntanlega að biðja að vera bara eins og venjulega nefndi eða ekki, þannig að það er þó orðið afskaplega dýr pakki bara svona að taka það fram og eins og reyna allavega að ná einhverjum hlutum sem við erum að biðja í dag, ég er búin að reyna að taka þetta saman, þannig að þetta verður mjög gaman að horfa á þetta aftur. Takk fyrir mig. Það verður bæjarfulltrúi Heimir Örn, lokið máli og orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs Heimir Sigur Páll, stígur upp í pontu. Ágæti forseti bæjarstjórnar ungmennaráð, þú segir að þetta sé dýr pakki. Ég svona ganni mínu tók saman hvað þetta myndi kosta. Þetta eru 2% af þessari viðmunaðar fjárhæð. Við deilum þá 10 hausa ungmennaráði. 800-1200 mánuð, þá erum við ekki komin upp í mánaðarlaun bæjarstjóra, þó ég sé ekki að bera okkar álag og ábyrgð og vinnu við hana, en bara svona upp á það að fáið innsýn hvað þetta kostar. Takk fyrir. Þá hefur Heimir Sigur Páll lokið máli sínu. Orðið er opið. Bæjarfulltrúi Hekla Björk stígur upp í pontu. Já, fórstu ágæta ungmennaráð og bæjarfulltrúar gestir. Ég ætlaði bara rétt aðeins að koma hvernig þetta kemur til að þetta er vinnuhópur eða hvernig sem það er skilgreint og versus öldungaráð sem dæmi. Það fer eftir í hvernig stofna til þeirra. Það er að segja bæjarstjórn, hún er kosin og bæjarstjórn kýs síðan í nefndir sem hafa fullnaðar afgreiðsluvald
og þannig er stofnað til þeirra ráða. Öldungaráð er lögbundið ráð og með málefni fatlaðs fólks er líka lögbundið. Við fórum í þessa vegferð að stofna ungmennaráð og þá var svona hvar átti það heima innan kerfis og þess vegna endar það í þessari skilgreiningu. Svo er alltaf hægt að vera í kjarabaráttu. Það er allt annað. Þá hefur bæjarfulltrúið Hekla Björk lokið máli sínu. Orðið opið. Ungmennaráðsfulltrúi Thelma Ósk stígur upp pontu. Já, forseti bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs gestir. Ég ætla að leita að hafa þetta stutt til áhrifað sem Halla kom inn á sínum tíma. Þetta er mál sem hefur verið umræði hjá ungmennaráði í ákveðin tíma og þá aðalega sem snýri að áheyrnarfulltrúum en þá komu launamálin ósjálfrátt upp. Ég las lögin einmitt og til að bara tjekka hvort ungmennaráð væri lögskylt. Því miður er það ekki en það er bara eitthvað sem þingið þarf að kljást við. Hins vegar erum við sem Barnavernd sveitarfélag að skulda okkur upp á einhverju marki að hafa starfandi ungmennaráð. Því það hafa komið fram í framkvæmdaráætlun Barnavernd sveitarfélags ásamt mörgu öðru og er þetta einn af hornsteinum þess að við getum verið Barnavernd sveitarfélag. Við erum sveitarfélag, Barnavernd sveitarfélag sem er flest önnur Barnavernd sveitarfélag líta upp til. Þau miða sig við okkar ráð. Þannig að bara kjarabaráttan okkar heldur víst áfram. Takk. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk lokið máli sínu og orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs Heimir Sigur Páll stígur upp í pontu. Forseti bæjarstjórn og ungmennaráð, hún nefnir hér áðan að það er bæjarstjórn, það er sko kosið í bæjarstjórn og þau skipa í nefndir og ráð í bæjarstjórn en einhver hluta vegna það er ekki kosið svoleiðis í hverfisráð í Grímsey og Hrísey og en samt eru þau á sömu launum og fræðslu og lýðræðisráð og þau. Af hverju fáum við þá bara ekki að vera með ef að þau fá að vera með í þeim launakostnaði? Og þetta er ekki dýr pakki svona í alvörinni. Það ef við varum búin að borga okkur sko laun í 10 ár þessum sem við viljum þá erum við ekki einu sinni komin upp í sko laun sem að fara á hálfu ári í bara helming starfsmanna hérna í bæjarstjórn Akureyrarbæjar. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll lokið máli. Orðið er opið. Við skulum færa ykkur yfir í lið 10.